Ég segi þá 38. fund sveitarstjórnar settan. Fundurinn er haldinn á Sauðárkróki, nánar tiltekið hér á Sæmundargötu 7A og í dag er þriðjudagurinn 14. maí 2025. Ég býð jafnframt alla sveitarstjórnarfulltrúa velkomna til fundarins og einnig býð ég velkomin sveitarstjórann Sigfús Inga Sigfússon og fundarritarann sem er í dag Helga Bergsdóttir, stjórnsýsluritari. Það er eitt mál sem mér langar að bera undir fundinum að það verði tekið hérna inn með afbrigðum, en það er fyrsti liður fundar byggðarráðs í dag sem hét auglýsing atvinnulóða. Eru þið sammála um að taka þetta inn á fundin? Það er samþykkt samhljóða, þannig að það verður þá liður númer 39 á dagskránni. Við göngum þá til dagskrár eins og hún liggur fyrir og svona upp að fundar ætla ég að minna á það að fundurinn er settur í 2 tíma. Ég ætla ekki að útskýra það frekar. En það var fundagerð byggðarráðs, fundur nummer 141 sem haldinn var 8. apríl 2025 og það voru 9 mál til afgreiðslu. Fyrsta mál það var bréf frá foreldraráði Ársala, annar liður það var styrktarsjóður eignarhald félags Brunabótafélags Íslands. Þriðji liður það var aðalfundur landskerfis bókasafna fyrir árið 2025. Fjórði liður það var tilboð í hól nr. 23 á Hofsósi. Fimmti liður það var styrkur til húsaleigu. Sjötti liður það var framlög til verkefna á sviði almenningssamgangna. Sjöundi liður það var frístundaakstur og áttundi liður var úr samráðsgáttinni, það var reglugerð um 13. breytingu á reglugerð nr. 745 frá 2016 vigtun og skráningu sjávarafla og 9. liður það var líka til kynningar, það voru 9 samþykktir fyrir EBI eða eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands og þetta snerist breytingar og kjöri í fulltrúaráð. Orðið er laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls, þeir sem samþykkir fundagerðinni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundur byggðarráðs nr. 142 en hann var haldinn 16. apríl síðastliðinn og það voru 8 mál á dagskránni. Fyrsti liður var Háholt, annar liður voru afskriftabeiðnir 2025, þriðji liður var menningarhúsið Miðgarður, það var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Fjórði liður var umsagnarbeiðni verndar og orkunýtingar áætlun, bætt málsmeðferð og aukin skilvirkni. Fimmti liður það var umsagnarbeiðni stefnur og aðgerðar áætlanir á sviði húsnæðis og skipulagsmála, samgöngu og byggingamála, stefnumörkun. Sjötti liður það voru ábendingar og ábendingargátt sveitarfélagsins. Sjöundi liður það var til kynningar, það var Blöndulína 3, það var samkomulag endurgjald fyrir landnot og 8. liður það var líka til kynningar, það er ársfundur Náttúruhamfaratrygginga Íslands. Orðið laust þessa fundagerð. Ítreka bókun í 2.4. Vinstri græn óháð ítreka bókun í 2.4. Engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki fundagerðinni gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það þriðji liður á dagskránni, það er fundagerð byggðarráðs fundur nr. 143, var haldinn 23. apríl og fyrsti liður það var 4 liður á dagskránni og fyrsti liður það var styrkbeiðni vegna fasteignaskatts, annar liður var ársfundur Stapa 2025 og þriðji liður það var Suðurbraut 9 umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis og fjórði liður það var umsagnarbeiðni sveitarstjórnarlög mat á fjárhagslegum áhrifum. Orðið laust þessa fundagerð. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykkir afgreiðslu byggðarráðs fundagerðinni. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundur byggðarráðs nr. 144 sem haldið var 30. apríl og það voru 7 mál á dagskránni. Nei, það voru 8 mál á dagskránni. Það voru 8 mál á dagskránni
Fyrsta málið það var endurskoðun þjónustu persónuverndarfulltrúa. Annar liður það var byggðakvóti 2024-25. Þriðji liður það var flugklassin R66 Norður. Fjórði liður það var menningarhúsið Miðgarður, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Fimmti liður það var Langaborg, gestahús, umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis. Sjötti liður var ársreikningur 2024 og sjöndi liður það var bréfs vindorkuver sem sveitarstjórn barst og áttundi liður það voru mælikvarðar rekstrar og fjárhags. Orðið laust þessa fundargerð. Nó, herruðu, þá byrjum við á lið 4.5. Orðið laust afgreiðslu á lið 4.5. Orðið laust lið 4.5 fyrir ekki. Það er enginn sem tekur til máls þessum samþykkir afgreiðslu byggðarráðs á lið 4.5. Hann er samþykkur samhljóða. Þá tökum við fyrir hinna liðina, Silla má koma inn. Það voru hinni liðirnir, orðið laust aðra liði fundargerðarinnar. Það er enginn sem óskar til að taka til máls þessum samþykkir afgreiðslu byggðarráðs á þeim samþykkt samhljóða. Og þá er það fundur byggðarráðs, það er fundur nummer 145 og hann var haldinn 7. maí og þá er 5 mál á dagskránni. Fyrsti liður það var Skógagata 1 og Kaupvangstorg 1. Annar liður það var rammaáætlun 2026 fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð. Þriðji liður það var erindi frá rannsóknarsetri HÍ á Norðurlandi vestra. Fjórði liður það var umsagnarbeiðni vegna jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sent frá Alþingi og 5. liður það var ársreikningur norður á fyrir árið 2024 lagður fram til kynningar. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem tekur til máls þessum samþykkir fundargerðin gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í atvinnu menningar og kynningarnefnd. Það er fundur nummer 33 hjá þeim og fundurum var haldinn 23. apríl. 6 mál á dagskránni. Fyrsti liður það var Hofsós heim bæjarhátíð 2025. Annar liður það voru fundir atvinnu menningar og kynningarnefndar 2025. Þriðji liður það voru samfélagsverðlaun Skagafjarðar 2025. Fjórði liður það var listaverk á Norðurstrandarleið. 5. liður það var þjónustukönnun héraðsbókasafns Skagfirðinga og 7. liður það var Sæluvika Skagfirðinga 2025. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu nefndarinnar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður á dagskránni, það er fundargerð félagsmála og tómstundanefndar, það er fundur nummer 34 og fundunum var haldinn 11. apríl. 3 mál á dagskránni, fyrsta mál það var styrktarhlaup einstakra barna, annar liður það var páskaball, körfuknattleiksdeildar Tindastóls og 3. liður það var páskamót Moldugs. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslum nefndarinnar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður á dagskrá og það er fundur fræðslunefndar, þetta er fundur nummer 37 og það voru 7 mál á dagskránni. Fundurinn var haldinn 10. apríl og fyrsti liður það var starfshópur tónlistarskóla Skagafjarðar. Annar liður það voru fundargerðir skólaráðs Varmahlíðarskóla fyrir skóla árið 2024 til 2025. Þriðji liður það var þakkar og hvatningar bréf mennta- og barnamálaráðherra vegna fyrirlegnar PISA 2025. Fjórði liður það voru skóladagatöl grunnskóla 2025 til 2026. 5. liður voru skóladagatöl leikskóla 2025 til 2026 og 7. liður hafa nýting skráningar daga 2024 til 2025 og 7. liður það var sjálfsmatsskýrslur leikskólana 2023 til 2024. Orðið laust þessa fundargerð. Silla, gerðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og starfsmenn. Mér langaði einmitt aðeins að hafa nokkur orð varðandi 8.1 eða skýrsla framtíðarsýn tónlistarskólans. Því að þó svo að tónlistarskóli sé ekki lögbundin þjónusta sveitarfélaga, þá hefur samfélagið tekið á ákvörðun að tónlistarskóli og fjölbreytt tónlistarnám sé mikilvæg þjónusta. Okkur foreldrum hér í Skagafirði finnst sjálfsagt að börn okkar hafi val það að læra á hljóðfæri og val það hvort þau eru í heilu eða hálfunámi óháð aldri. En verður það sjálfsagt ef við missum frá okkur fagfólkið? Fagþekking nefnilega dýrmætt og að henni verður að hlúa. Starfsstöð tónlistarskólans í Árskóla bráðabirgða aðstaða og hefur verið það síðan 2016, sem sagt í 9 ár. Það hvorki hvetjandi fyrir nemendur né kennara. Hvað ætlum við að bjóða tónlistarskólakennurum og tónlistarskólanemendum lengi upp á óviðunandi bráðabirgða starfs- og námsaðstæður? Því ef ekki verður farið í framkvæmdir, þá verður ekki lengur sjálfsagt að börnin okkar komist í tónlistarskóla. Þannig að mér langar bara að spyrja, hver framtíðarsýn meirihluta? Hvenær verður starfsstöð tónlistarskólans á Sauðárkrók ekki lengur bráðabirgða aðstaða? Takk. Takk fyrir þetta, Vila. Orðið laust. Gísli Geirsvöld. Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir, bara góð umræða og virkilega þörf eins og staðan í dag. Ég tek alveg hjartalega undir það og þetta hefur þurft að vera búið að gerast að skoða þessa hluti alveg klárlega, en þetta eitt af þeim verkefnum sem að hafa því miður farið aftar í röðina þegar að verkefnin eru mörg og þetta bara hlut sem við þurfum að bara skoða núna á haustmálunum þegar við förum í fjárhagsáætlun næsta árs að fara að huga þessum málum. Það heldur við séu öll sammála með það að það hefur komið tíma á það að fara að skoða þessu hluti. Þannig að, en eins og ég sagði, þá þegar verkefnin eru mörg og það ekki hægt að gera allt í einu, en ég held að sé alveg klárlega komið tíma að fara að skoða þessa, eins og þú segir, þetta er mikið og merkt nám sem er samfélaginu til heilla tónlistarnám alveg eins og íþrótt og æskulýðsstarf bara yfir höfuð og ég held að við þurfum bara að taka þessa umræðu núna á haustmálum. Takk fyrir það, orðið laust. Það eru ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu nefndarinnar og fundargerðarinnar gefur merki og hún var samþykkt samhljóða. Þá komum við að næstu fundargerð og það er fundargerð landbúnaðar og innviðanefndar. Það er fundur nr. 24 og fundurum var haldinn 23. apríl, 10 mál á dagskránni. Fyrsti liður það var heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra, samhæfing og samvinna. Annar liður það voru umhverfisdagar Skagafjarðar 2025. Þriði liður það var áætlun refa og minkaveiði 2025. Fjórði liður það var ársreikningur fjallskilasjóðs Hofsafréttar fyrir árið 2024. Fimmti liður var fjallskilasjóður staðardeildar ársreikningur fyrir 2024. Sjötti liður það var urðaður úrgangur 2025 í Stekkjavík. Þetta var lagt fram til kynningar. Sjöundi liður fundargerðir Hafnasambands Íslands 2025 lagðar fram til kynningar. Áttundi liður hafa breytt verklagi eftirliti, skrifstofueftirlit lagt fram til kynningar og níundi var loftslagsatlas Íslands lagður fram til kynningar og tíundi það voru innviðir á Íslandi 2025 skýrsla sem líka var lagður fram til kynningar. Orðið við laustum þessa fundargerð. Sveinn Gerðisvöld. Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar nú bara aðeins koma aðeins upp og tala þetta kannski samhangandi, 9.1 og 9.2 og ætlaði nú bara kannski að byrja á því að hrósa Fisk Seafood fyrir umhverfisdaginn sinn sem halda á hverju ári, sem mjög þarft verk Og svo langar mér nú kannski við ætlum nú að halda umhverfisdaga
sem núna. En það sem mér langaði svona að koma eftir svona fundin ánum daginn með heilbrigðisfulltrúanum, hann kom nú þarna nýji heilbrigðisfulltrúinn og svo veit maður nú hvernig umgengnin út allt. Mér finnst það svona, við höfum rosalega lítið sem við getum gert til þess að láta fólk taka til eiginlega. Maður fær stundum senda myndir af hinum og þessum bæjum og svo náttúrulega kannski bílhræ og maður sér bílhræin standa kannski endalaust. Mér finnst svona okkur vanta dálítið hvað við getum gert í þessu. Og eins til dæmis ef menn ganga nú illa heima hjá sér. Ég veit nú bara til dæmis, það var núna bara í síðustu viku, þá kom ferðafólk út á Reyki og það keyrði eftir ströndinni, ég ætla nú ekki að nefna neina bæi hérna, en þau ferðafólki, í lagi að ganga svona á Íslandi? Þetta bara allt í lagi eins og á sumum bæjum? Þannig að sko, ég spyr mig, hvað getum við gert ef fólk gengur rosalega illum? Getum við sett einhverja reglur það, hvernig á að ganga að því einum finnst nú fínt það sem öðrum finnst sóðalegt, en það nú alveg millivegur þarna líka á, sko, að geta allir verið sammála að sumt sé mjög sóðalegt. En þannig ég held að við þurfum að eitthvað reyna að bæta þetta, því þetta til heilla fyrir okkur öll, að það sé vel gengi og þegar til dæmis bara ferðafólk eða við sjálfur að bara hver sem keyrir sveitina, það sé ekki rúlluplast á girðingum alveg til skammar á sumum bæjum finnst mér, hvernig umgengnin en þetta eitthvað sem fólk getur gert mjög auðveldlega. Takk fyrir. Takk fyrir það. Með leyfi varaforseta ætla ég að fá að segja okkur orð. Ég ætla að taka þennan sama lið og Sveinn var að tala en við ræddum það á þessum umræddafundi með Svavari frá Heilbrigðiseftirlitinu að við þyrftum að setja samþykkt í okkar sveitarfélagi sem sambærileg samþykkt sem hefur verið sett í Fjarðabyggð og hún snýr einfaldlega að umgengni og þrifnaði utanhús og hvernig hægt að taka á þessu hlutum og við vorum þarna í nefndinni öll sammála það að það vantaði verkfæri til þess að taka á akkurat þessa vandamálum sem Sveinn var að fara yfir og við þekkjum öll ábendingar sem við höfum fengið staði hér sem að mætti vera meiri þrifnaðar á og ég held að eina leiðin í því það að gera svona samþykkt og sem yrðu nokkuð skonar umgengnisreglur sveitarfélagsins og þá hvernig hægt að bregðast við því þegar að út af ber og við þurfum bara tryggja það og það stendur upp á okkur í landbúnaðar og innviðanefnd að koma því máli áfram þannig að það verkefnið en takk og orðið laust. Álfhildur, gerðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri, ég ætlaði bara að koma örstutt inn í þessu umræðu því að í skipulagsnefnd hefur þetta gjarnan verið til umræðu, sérstaklega undir liðnum gengi með hundinn sem ég sé reglulega fyrir og það svolítið magnað að í regluverkinu sem við höfum þá getum við í til dæmis skipulagningu nýrra hverfa þá gætum við ákveðið að megi bara máli í ákveðnum litum. Við getum sett rosalega stífa skilmála þar en svo virðumst við ekki hafa nein verkfæri til þess að bregðast við því sem orðið og mér finnst það einmitt vanta og ég fagna því ef að nefndin getur gert einhvers konar skilmála reglugerð og henni sé þá og okkur sé gert kleift að framfylgja henni af því að við höfum líka átt þetta samtal við heilbrigðiseftirlitið sem að hefur líka verið að einhverju leyti verkvarlaust en mögulega meiri samvinna mögulega þar með nýju fólki, ég veit það ekki, vonandi. En það vantar þessi verkfæri og ef að þessi leið greið þá sem ég ekki vissi af, þá fagnaði ég henni og vonandi getur skipulagsnefndin bara yfirfært eitthvað svipað og skikka hér fólk á iðnaðarhverfinu til þess að til dæmis gera girðingar og byrgja aðeins sín á þetta drasl sem hér í aðkomu bæjarins ekki mikil prýði af. Þannig að vonandi getur bara farið á fullt í einhvers konar átak og nýtt það sem aðrir að gera til þess að færa umhverju okkar. Veitir ekki af. Takk.
Takk fyrir það, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir því að taka til máls. Þeir sem samþykir afgreiðslu nefndarinnar á þessum 10 liðum gefur merki og fundargerðin er samþykkt samhliða. Þá erum við komin í fundargerð landbúnaðar og innviðanefndar og það er fundur nummer 25 og hafa hann haldinn 29. apríl. Það var 2 mál á dagskránni. Fyrsti liður það var áætlun refa á minkaveiði 2025 og annar liður það var ráðning refa á minkaveiði manns í Hegranesi. Og orðið er laust þessa liði. Sólborg, gerðu svo vel. Forseti og aðri fundamenn, ég ætlaði nú ekki að hafa þetta mjög langt en mér langaði bara að fagna því hvað er mikið af ungum, ég verð að segja mönnum vegna þess að ég hef ekki séð neina umsókn frá konu, í það að eftir því að komast að hjá sveitarfélaginu sem veiðimaður. Vegna þess að ég hef allavega oft heyrt þá umræðu að það sé enginn sem hafi áhuga á þessu. En síðan að ég hóf störfið þessari nefnd þá höfum við tekið fyrir bara þó nokkuð marga aðila sem að sína mikinn áhuga og bara eru að standa sína plikt og bara, mér langar bara að þakka fyrir það og hef ekki meira um það að segja. Takk fyrir það, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem að kveða til hljóðs, þeir sem eru samþykir afgreiðslu landbúnaðar og innviðanefndar á þessum 2 liðum. Hún er samþykkt samhljóða fundargerðin. Þá er það skipulagsnefnd fundur nummer 71 og hann var haldinn 16. apríl 2025. Það voru 14 mál á dagskránni og ég geri það tillögu minni að við vísum lið 3, 4, 5, 6, 7 og 10 til umræðu hér aftar í dagskránni og höfum þá til umræðu hér og nú. Það er liður 1 sem er þá aðalskipulag beiðni íbúafund. Liður 2, það var athafnasvæði Sauðárkrókur AT 403 deiliskipulag. Liður 8, það var Freyjugata 25, 27 og 29 umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa. Liður 9, það var Skagfirðingabraut, íþróttasvæði og sundlaug. Snýrist frumheimild sem vantaði. Síðan er það liður 11, það er Víðigrund 7, umsóknum breikkun á innkeyrslu. Liður 12, það er Skagfirðingabraut 39, fyrirspurn breytingu á innkeyrslu. Og liður 13, það er útgáfa landsskipulagsstefnu og liður 14, það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa og það var fundur nummer 60. Orðið er laust þessa liði fundargerðarinnar. Það er engin sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu skipulags- og bygginganefndar og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 12 á dagskránni og það er fundur nummer 72 hjá skipulagsnefnd sem var haldinn 30. apríl og það voru 15 mál á dagskránni og ég geri það tillögu minni að lið nummer 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 12 verði vísað til umræðu hér síðar í dagskránni. Við tökum það fyrir hér, það er liður 1, það er endurskoðun aðalskipulags Skagafjarðar 2025-2040. Liður 2, það er erindi til skipulagsnefndar frá fjáreigendafélagi Sauðárkróks. Liður 3, það er athafnasvæði Sauðárkrókur, deiliskipulag. Það er liður 9, það er Barmahlíð 4, það er umsókn breikkun á innkeyrslu. Og það er liður 11, það er Nestún 16, en þeirri lóð var skilað. Liður 13, það var kerfisáætlun Landsnets fyrir árin 2025-2034. Liður 14, það var beiðni ábendingar vegna tillögu stefnu virka ferðamáta og smáfaratæki og liður 15, það var afgreiðslufundur byggingafulltrúa nummer 61. Orðið er laust þessa liði fundargerðarinnar. Álfhildur ítrekka bókun í lið 12.1. Gísli gerð svo vel.
Forseti og Sveitarstjórnar fulltrúar, já, á þess að ég ætla nú að fara að tefja þetta mikið, sko. Þá, það var aðeins út af, 12.1, þá langar okkur að vera með smá bókun líka. Og hún er svona, markmiðið með því að hafa inn í núverandi vinnslutölu að aðalskipulagsbreytingu þess að 2 kostum Tjaldstæði og Sauðárkróki er að fá umræðu og skoðanir íbúa á framtíð fyrirkomulagi og staðsetningu Tjaldstæðis fyrir almenning. Almennu umferðina en einnig fyrir áherslupunta sem verða þegar stórir íþróttaviðburðir á Sauðárkróki. Að loknu þeirri vinnu sem er nú verið í gangi og samþykkt í uppfærðu aðalskipulagi verður megin stefna sveitarfélagsins framtíðarstaðsetningu og fyrirkomulag ljós. Í framhaldi því þarf að taka ákvörðun uppbyggingu og uppbyggingarhraða svæðisins eða svæðina eins ásamt því að útfæra þau nánar með gerð deiliskipulags. Það er ekkert í þessu ferli sem þarf að hafa neikvæð áhrif á þá möguleika til þess að selja rekstur tjaldstæðina því það er útfærsluatriði hvernig rekstur tjaldsvæðis í uppbyggingu er boðin til sölu og þá með hvaða kröfum. Og undir þetta vitum við meirihlutin. Takk fyrir það. Orðið laust, Sveinn, gerði svo vel. Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, starfsmenn. Ætla nú aðeins bara að koma hérna með þetta tjaldsvæði eða endurskoðun aðalskipulags og með tjaldsvæði. Ég nefnilega held að það sé nefnilega mjög gott að við bara klárum þetta ferli og svo getum við alltaf séð til hvernig við látum reka tjaldsvæði, hvort við seljum það eða hvernig sem það verður. Ég held að verður nú alltaf að vera með gott svæði hérna á Sauðárkróki til að vera með tjaldsvæði. En svo langar mér spurja bara aðeins hérna, það kom hérna erindi til skipulagsnefndar frá fjáreigendafélagi. Það er svona aðeins að nú erum náttúrulega nokkuð hérna með kindur upp á nöfum og það var mjög gaman að því margir hverjir. Hefur meirihlutin einhverja svona sýn með það hvað þeir myndu setja niður fjáreigendunni ef þetta svæði er ekki lengur hérna hægt að hafa fyrir þarna uppfrá, ef það er nú farið að byggja, það verður nú kannski ekki alveg á næstunni. En er það eitthvað svona búið að skoða hlutina? Það var gaman að fá svör við því, takk. Takk fyrir það, Sveinn. Alfhildur, gerði svo vel. Já, sveitarstjóri, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, bara varandi tjaldstæðin, þá er nú bara gott að taka þessu umræðu og gott að fá aðeins innsýn í hvert áframhaldi á að vera. Það var náttúrulega búið að eyða talsverðu fjármagni, ég veit ekki upp á krónu hver mikið, ég fæ upplýsingar um það fljótlega í að skipuleggja tjaldsvæði sem var svona eiginlega hafnað af íbúum hérna og þess vegna er gott að það sé verið að taka þetta samtal við íbúa og ég fagna því mjög. Það er svolítið verið að læra kannski að reynslunni ef við getum sagt það eða bara verið að læra að gera betur. Og það er virkilega gott, en minni bara á að það kom tillaga frá byggðalista í haust að kanna þessi mál og nú er komið fram í maí og ég hef ekki séð neina úrvinnslu þeirra tillögu sem er alveg í takt í þessu umræðu og er kannski gögn sem verið gott að hafa í framhaldinu. Og þannig að þessi bókun mín var nú bara til að halda umræðinni á lofti og minna á að það er gott að horfa lengra fram í tíman. Takk. Með leyfi varaforseta, nú komum við að fá orðið. Kannski kom inn í þessu umræðu aðeins, en hérna fyrst varandi þetta með tjaldsvæðið, að þá hérna finnst mér náttúrulega bara algjörlega kýrkristalltært að við erum að klára þetta ferli sem er í gangi núna. Og hérna markmið með því er náttúrulega að fá fram skoðanir íbúa
og hérna og bara ég vona það að þær hefur komið fram. Ég hef ekki séð og ekki bara kynnt mér. Það er athugasemdir sem hafa borist núna á kynningatímanum. En hérna markmiðið með því að fara í svona breytingar á aðalskipulagi og setja inn eins og þessi tjaldsvæði inn í vinnslutillöguna, sama með íbúabyggðina hérna svæðinu fyrir ofan Sauðá. Það hefur verið mjög fróðlegt að sjá hvað athugasemdir koma núna á auglýsingatímanum að setja þar íbúabyggð. En sko Álfhildur kom líka inn á, hún kom inn á að talsverðum fjármunum hefði verið varið í að gera deiluskipulagið af tjaldsvæðinu sem við svo bökkum út úr fyrir ofan Sauðá. Það er alveg hárrétt, það fór örugglega í það einhverjar 5 eða 7 milljónir. Ég er ekki með tölun alveg á hreinu, en það er eflaust á því rólinu. Og hérna staðreyndin er svo að við samþyktum hér sjálf að taka það inn í gerði vinnslutillögu og aðalskipulagi fyrir 5 árum síðan. Og það fór í gegnum alla fundina og all kynningaferlin. Og það komu engar athugasemdir við að setja tjaldsvæði þarna. Og svo í framhaldi af því þá ákváðum við að fara í gerð deiliskipulags. Og það er það sem þá peningarnir fara. Og í því tilfelli er hægt að segja að það hef ekki verið kannski góð meðferð á peningum af því við bökkum út úr því en það er líka tilefni til finnst mér þegar að svona gerist að velta fyrir sér sko hvenær eru þessi skipulög sem við erum að auglýsa og eyða öllum þessum peningum í að setja í kynningu. Það kostar gríðarlega þessi kynningaferla. Svo er þetta ekki að ná eyrum eða augum íbúana og það er alveg áhyggjuefni. Við höfum bara svo fjölmörg dæmi orðið svona þetta og við höfum alveg tekið þessu umræðu áður hvernig við eigum að ná hérna augum og eyrum íbúana í að þeir kynni sér þau skipulög sem í kynningu hverju sinni. Þannig að hérna, eins og ég segi, ég bara held að það er eitthvað sem við eigum virkilega hafa bak veirað en stóra máli er með þetta sem nú í kynningu að ég vona svo sannarlega að það hafi náð augum og eyrum íbúana og það komi athugasemdir ef það raunverulega út í samfélaginu því að næsta skref er svo að taka þá ákvarðanir deiliskipulagsgerð og framvindu þessara svæða. En ég tek aftur við stjórn fundarins, Sveinn gerði svo vel. Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, mér langar aðeins bara að koma hérna aftur inn á þetta tjaldsvæði. Ég held að þetta hafi nú komið þarna fyrst þegar við Einar vorum með Álfhildi í skipulagsnefndinni á síðasta kjörtímabili. Þá var þetta tekið og margauglýst og ekki sá maður nú margar athugasemdir með það og ég get nú alveg sagt fyrir mína parta. Ég var nú alltaf mjög spenntur fyrir þessari staðsetningu og ég ætla ekki að skammast mér fyrir það en það má alltaf bakka út úr því að svoleiðis er. Og já, þetta er akkurat það sem Einar kom inn á áðan að það er búið að fara í svo langt ferli kannski og enginn kemur svo með athugasemdir. Svo í lokin þá er komið með athugasemdir margt og þá er þetta bæði orðið svo dýrt og búið að eyða alveg svakalegum tíma og peningum í þetta að það er svona vont kannski að fólk kynni sér ekki en ég skil svo sem alveg að fólk kynni sér ekki því þetta er orðið svo flókið að það er kannski, fólk kemur ekki með athugasemdir á réttum tíma, þá er þetta alltaf vitlausu tíma og fólk það verður náttúrulega bara alveg skilur bara ekkert orðið í þessu en ég svo sem skil það líka en ég held að sé að gera við klárum þetta og finnum staðsetningu fyrir tjaldsvæði og ég hef nú alveg sagt mína skoðun á hvað ég myndi gera svona af þessum 2 svæðum, þá myndi ég nú fara með það niður fyrir leikskólan en við skulum bara sjá hvað kemur en það er alltaf gott að hafa hugmynd hvernig maður vil hafa hlutina og ég hef nú alveg svo sem sagt það, ég held að ég hef nú sagt að snemma á þessu kjörtímabili. Þetta nú kannski að taka þetta svæði þarna. Ég held að einhverju séu nú kannski orðnir sammála með núna. Ég myndist á þetta fyrir, það er örugglega 3 ár síðan fyrst. Að það væri nú kannski sniðugt að fara að taka þetta svæði þarna niður frá. Þetta er náttúrulega til skammar hvernig það lítur út og það er kannski við okkur að sakast. En ég er nú búin að reyna að vera að benda á þetta nokkuð. Við eigum bara að byrja á því allavega að taka eitthvað af þessu og
og þetta nokkuð slétt og sá í þetta, þá verður þetta svo miklu fallegri heldur en að hafa þetta einhverja moldar hauga og leiðenda gróður í þessu. Ég man nú þegar starfsmaður sveitarfélagsins Helga kom nú þarna inn og fund og það var mjög skemmtilegt samtal við hana sem maður átti þar. Þá var þetta allt vonlaust svæði, það var ekkert að hafa þarna en það alltaf hægt að bæta svæðin með því og það þarf ekki að kosta rosalega mikið. En ef við hefum til dæmis farið í það fyrir 2-3 árum að sá í þetta, þá hefði ekki verið nema grasfræði, slétt þetta og sá grasfræði, þá væri þetta orðið, því að þó nokkuð góður flötur væri þarna hægt að hafa þess vegna tjaldsvæði ef mikið liggur við og eitt og þetta. En það bara að fara í hlutina við mér. Já, ég ætla bara að koma þetta. Takk fyrir þetta. Herjum með Leif Arfasta við aftur orðið. En það var eitt sem glemtist hérna áðan og það var að Sveinn spurði skoðun okkar á þessari framtíðarsýn fyrir fjáreigendur og Sauðárkróki út frá erindi sem barst til skipulagsnefndar frá fjáreigendafélaginu og ég held í sjálfu sér að skipulagsnefndin hafi bara sagt alveg rétt þegar þau bóka að það að það alllangt í að þetta svæði verður tekið til tekið undir íbúðabyggð sem þau eru á þó svo að við séum að klára það að merkja þetta svæði undir íbúðabyggð í dag skipulagslega og þar með segja hver okkar framtíða nýting á svæðin hvað ég þá að taka við þegar að þeim tíma kemur það liggur náttúrulega bara ekkert fyrir og það er bara að vinnast í skipulögum komandi ára en það vita þannig allir sér til þekkja að það ekki laust land innan Sauðárkróks til þess að taka við fjáreigendum hobbybúskap í því mæli sem stundar þarna á Nöfunum og hvort að sveitafélagið sjáu fyrir sér mun í framtíðinni þegar að þeim tímapunkti kemur fara að kaupa land til þess að leigja undir svona hobbybúskap það verður bara þeir sem þá sitja við stjórnvölinn að ákveða en ef ég var að segja mína skoðun þá finnst mér það mjög fjarlægt að sveitafélagið kaupi land hérna einhver staðar í nálægð við krókin sem það áfram leigi undir hobbybúskap og ég efast að það væri eitthvað sem heldur fjáreigendum myndi hugnast að vera að leigja þá land á þá erum við að tala allt aðra tölur heldur en í gangi í dag þannig ég held að þetta eitthvað sem þarf ekki og núverandi fjáreigendur þannig þurfum ekki að hafa áhyggjur á því í næstu 20-30 árin að þeir séu að fara að þessu svæði Orðið laust. Það ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Nei, skipulagsnefndar fyrirgefið. Þá erum við komin á lið númer 13. Það fundur skipulagsnefndar, fundur nummer 73 og hann var haldinn 9. maí og það voru 4 mál á dagskráni og ég ger það tillögu minni að lið 1 og 4 verði vísað til síðar umræðu hér á fundinum og þá tökum við til umræðu hér, það lið 2, það mjólkursamlags reitur breyting á deiliskipulagi, Skagfirðingabraut 51 og lið 3, það var borgartegur 15 deiliskipulag, orðið laust þessa 2 liði. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar á þessum 2 liðum gefur merki og það er samþykkt samhljóða. Þá það fundagerð byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks, þetta fundur nummer 36 og hann var haldinn 8. apríl. Það var 1 mál á dagskráni, það var Sundlaugar Sauðárkróks, áfangi 2 og þá það framkvæmdi sem voru 2025 orðið laust. Það enginn sem óskar til að taka til máls þeir sem samþykkir afgreiðslu Sveinn gerði svo fyrirgefðu Forseti, sveitarstjóri, ágætu sveitarstjóri fulltrúar, ég skal bara hafa þetta mjög stutt. Mér langar bara að spyrja tvennt. Hvenær verður rennibrautin sett upp? Hvað svona áætlunin í því? Og hvenær verður þetta bara allt búið? Það er bara þannig. Takk fyrir þetta. Orðið laust.
Sigfús Skjærsson. Já, fórsti, góði sveitarstjórnar fulltrúar, það er mjög erfitt að svara þessari einföldu fyrirspurn, en staðan eins og hún er núna, þá er svona verið að leggja loka hund á það sem þarf til að geta opnað laugina án stóru rennibrautana. Og ég þór ekki alveg fullur hvenar, en það geti verið öðru hvoru með við núna næstu mannamót. Rennibrauta útboðið er langt komið, síðast ég vissi voru ríkiskaup að lesa það yfir og svo fyrir þetta í þá útboð á Evrópska efnahagsvæðinu. Það er minni með 35 daga auglýsingatími þar, en afhendingatími á vörunni liggur svo ekki fyrir. Uppsetningin sjálfur sér ekki mjög flókin, skils mér, en þetta er þá spurningin það hvenær tilboðsgjafar treysta sig til að afhenda þetta. Því að þetta er í öllum tilfellum náttúrulega fluttinn erlendis frá. Þetta er svona fyrir eitthvað sérhæfð innkaup. Takk. Orðið laust. Það er ekki fleiri sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykir afgreiðslu byggingarnefndar gefur merki hún í samþykkt samhljóða. Þá eru komin á 15. lið dagskrárinnar af 43. Og það er Skógagata 1, það er umsókn byggingarleyfi. Hjá byggingarfulltrúa liggur fyrir umsókn frá Knúti og Annegard leyfi til að gera breytingar á áður samþykktum aðaluppdrætti af fjöleignar húsi sem stendur á lóðinni 1 við Skógagötu og Sauðárkróki. Breytingarnar varða meðal annars útlit hússins, kvistir teknir af, útliti vesturhliða lítillega breytt og afstöðumynd uppfærð til samræmis við samþykkt deiliskipulags. Fyrirhugaðar framkvæmdir samræmast skipulagsáætlun á svæðinu og framlagðir uppdrættir uppfylla ákvæði laga og reglugerða. Það sem rætt hús er innan verndarsvæðis í byggð. Óskar byggingarfulltrúi eftir því við sveitarstjórn Skagafjarðar að tekið sér afstaða til umsóknarinnar samkvæmt 6. grein laga nr. 87/2015 verndarsvæði í byggð. Áður en ég gef orðið laust, þá ætla ég að leggja fram tillögu það hvernig við afgreiðum þetta og hún er svo hljóðandi. Forseti gerir tillögu sinni að byggingarfulltrúa verði falið að auglýsa hina fyrirhuguðu framkvæmd og skal auglýsingatími vera 2 vikur. Hafi ábendingar athugasemdir varðandi fyrirhugaða framkvæmd ekki borist á auglýsingatíma er byggingarfulltrúa falin afgreiðsla málsins. Orðið er laust þessi tillögu. Það er engin smáskap til að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er liður 16. dagskráni og það er beiðni lausn frá störfum, lagður fram tölvupóstur, eða fyrir fundinu liggur tölvupóstur dagsettur 2. maí frá Sigurði Haugsinni, fulltrúa D-lista í atvinnu menningar og kynningarnefnd þar sem hann biðst lausnar og embætti formanns nefndarinnar. Þeir sem eru samþykir, orðið er laust hennar lið. Það er engin sem óskar að taka til máls. Þeir sem eru samþykir, hans ósk og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 17. liður, það er endurtilnefning formanns í atvinnu menningar og kynningarnefnd og ég ger það tillögu minni, ber upp þá tillögu að Ragnar Helgason komi í embætti formanns atvinnu menningar og kynningarnefndar. Aðra tilnefningar hafa ekki borist og skorast hann því rétt kjörinn. 18. liður, það er endurtilnefning varamanns í sveitarstjórn og Sigurður Hauksson hefur beðist lausnar og þarf því að tilnefna varamann í sveitarstjórn í hans stað og það liggur fyrir tillaga að Jón Daniel Jónsson verði varamaður í sveitarstjórn í stað Sigurðar. Aðra tilnefningar hafa ekki borist og skorast hann því rétt kjörinn. 19. liður, það er kjör varamanns í fulltrúaráð eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands og það er kjör varamanns í fulltrúaráð eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Forseti gerir tillögu eða fyrirliggur tillaga, fyrir fundinu tillaga að Ragnar Helgason verði varamaður í fulltrúaráð eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands í stað Sigurðar Haukssonar. Og aðra tilnefningar hafa ekki borist og skoðast hann því rétt kjörinn. 20. liður, það er óskun tímabundið leyfi frá störfum félagsmála og tómstundanefndar. Það liggur fyrir tölvupóstur frá Önnu Lilju Guðmundsdóttur sem dagsettu 12. maí 2025
þar sem hún óskar eftir tímabundin leyfi frá störfum félagsmála og tómstundanefndar frá 14. maí næstkomandi til 31. desember 2025. Orðið laustum hennar lið. Þeir sem samþykir því að hún fái tímabundi leyfi gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er endurnefning í félagsmála og tómstundanefnd í staðin fyrir Önnu Lilju Guðmundsdóttur og það liggur fyrir tillaga að Jóhanna Ey Harðardóttir kom inn í hennar stað og verði áheyrnarfulltrúi í félagsmála og tómstundanefnd. Aðra tilnefningar hafa ekki borist og skoðast hún því rétt kjörin. 22. liður, það er óskun tímabundi leyfi frá nefndarstörfum í fræðslunefnd en á 37. fundi sveitarstjórnar þann 8. apríl 25 framlengdi sveitarstjórn fekk Kristófer Maronsson framlengt leyfi tímabundið frá störfum sem formaður fræðslunefndar Skagafjarðar. Núna liggur fyrir erindi frá Kristófer Maronssoni dagsett 12. maí síðastliðinn þar sem hann óskar eftir að framlengja áður veitt tímabundið leyfi frá störfum sem formaður fræðslunefndar Skagafjarðar til 18. júní 2025. Orðið laustum hennarlið. Þeir sem samþykkir þessari framlengingu og leyfinu gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er að liður 23, það er endurtilnefning í fræðslunefnd og það er þá í stað Kristófers Más Maronssonar á meðan hann er í leyfinu og það liggur fyrir tillaga að Hrund Pétursdóttir verði formaður fræðslunefndar, Sigrún Eva Helgadóttir verði aðalmaður og Sólborg Sigurós Borgarsdóttir verði varamaður Sigrúnar Evu. Aðra tilnefningar hafa ekki borist og skoðast þau því rétt kjörin. Þá er að liður 24, það er Neðri Ás 2, land 3 og 4 umsókn deiliskipulag. Þessu er vísað frá 71. fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 16. apríl. Máli var áður að dagskrá fundi skipulagsnefndar þann 16. október 2024 og þá var bókað eftirfarandi farið yfir innsendar umsögnir við deiliskipulagstillögu fyrir Neðri Ás í Hjaltadal, land 3 og 4 sem var í kynningu dagana 10. júlí til 30. ágúst 2024 í skipulagsgáttinni. Það komu 10 umsagnir og það voru nokkrar þeirra sem gáfu tilefni til breytinga. Fyrir fundi skipulagsnefndar lágu þá fyrir uppfærð gögn dagsett 9. apríl, greinargerð og uppdráttur þar sem tekið hefur verið tillit til innsendra umsagna við auglýsta deiliskipulagstillögu og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykja tillöguna að deiliskipulagi Neðri Ás 2, land 3 og 4 og senda hana skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 1. málsgrein 42. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Jafnframt bókaði skipulagsnefnd samþykkir jafnframt að þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögnunum og felur skipulagsfulltrúa að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn umsagnir á kynningartíma. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls, þeir sem samþykir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 25, það er Lækjarbakki 6 á Steinsstöðum, beiðni óverulega breyting á deiliskipulagi og þessu var vísað frá 71. fund. Já, Sólborg víkur að fundi undir lið 25. Þessu var vísað frá 71. fundi í skipulagsnefndar frá 16. apríl til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og það er lóðarhæfi Lækjarbakka 6 á Steinsstöðum sem er óskar óverulega breytinga á gildandi deiliskipulagi. Breytingin hún felst í því að byggingareitur á lóðinni Lækjarbakka 6 hann er stækkað til norðurs 2 metra, það er að segja úr 20 metrum í 22 og sveitarstjórn hún samþykti þá á þeim tíma með 8 atkvæðum að fela skipulagsfulltrúa að grenndarkynna þessa breytingu. Og fyrir
fundinu lág þá grendakynna og út úr því kom yfirlýsingar mótteknar af skipulagsfulltrúa 2. apríl 2025 þar sem að lóðarhafar á Lækjarbakka 5 og 7 gera ekki athugasemdir við óverulega breytingar og deiliskipulagi íbúðabyggðar Steinstaða og afgreiðsla skipulagsnefndar var skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu og deiliskipulagi Steinstaðir Skagafirði, Lækjarbakki og Lækjarbrekka íbúðabyggð IB 801 óveruleg breyting og deiliskipulagi og senda hann til skipulagsstofnunar og birta samþykki hennar í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskar til að taka til máls og hún samþykkt með 8 atkvæðum. Liður 26, það Neskot umsókn stofnun byggingareits og þetta kemur frá 71. fundi skipulagsnefndar sem var 16. apríl en Helga G. Vilmundardóttir arkitekt sækir fyrir hönd Össurar Viljard þinglýsts eiganda jarðarinnar Neskots að stofna byggingareit á jörðinni fyrir kalda geymslu og byggingareit á jörðinni fyrir kalda geymslu. Byggingareitunum verður 936 fermetrar. Skipulagsnefnd afgreiddi þetta með þeim hætti að hún samþykkti samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingareit. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskar til að taka til máls og þessu samþykkir afgreiðslan samþykkt samhljóða. Það var að Hjaltastaðir land umsókn stofnun byggingareits og þetta líka frá 71. fundi skipulagsnefndar sem var 16. apríl. En það Berglind Svana Arngrímsdóttir og Jóhann Ari Böðvarsson þinglýstir eigendur lóðarinnar Hjaltastaðir sem óska eftir heimil til að stofna 59,5 fermetra byggingareit á lóðinni samkvæmt hnitsettum afstöðu uppdrætti sem fylgdi gögnunum. Þetta snýst byggingareit fyrir bílskúr sem verður byggður við núverandi íbúðarhús og byggingaáformin kunna að varða hagsmuni eigenda nærliggjandi landeigenda, Hjaltastaða, Hjaltastaða 2, Hjallalands og Hjallalands uppbyggingaráform hafa ekki áhrif á aðgengi að landnotkun á Hjalla og skipulagsnefnd hún afgreiddi þetta með eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að grendarkynna umbeðin byggingareit fyrir eigendum Hjaltastaða sem landnúmerið 146301 og Hjaltastaða með landnúmerið 225439 Hjalla og Hjallaland og Hjalla 2. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskar til að taka til máls sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún samþykkt samhljóða. Það var Freyjugata 31, 33, 35. Það umsagnarbeiðni byggingafulltrúa og þessu vísa frá 71. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 16. apríl. En þá lá fyrir fundinum umsókn frá BR Teknistofu Bjarnar Reykjalín fyrir hönd Síls EHF frávik á deiliskipulags skilmálum vegna fyrirhugara bygginga raðhúsa við Freyjugötu 31, 33 og 35 ásamt skýringa uppdrætti. Einnig liggur fyrir yfirlýsing eigenda íbúða í raðhúsi númer 3 og 5 við Ránarstíg dagsett 4.4.2025. Þar sem fram kemur að ekki sé gerð athugasemd við umbeðin frávik. Eigandi raðhúsa íbúðar númer 7 við Ránarstíg lóðarhafi nefndrar Freyjugötu lóðar og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykkis samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að gera ekki athugasemd við fyrirhuga byggingu raðhúsi Freyjugötu 31, 33 og 35 samkvæmt framlögðum gögnum. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskar til að taka til máls sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá liður 29, það Bakkakot, staðsetning landamerkja og umsókn stofnun landsbyldu og þessu vísa frá 71. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 16. apríl. Hafði áður verið á dagskrá skipulagsnefndar 5. mars 2025 og
og á 37. fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar 12. mars síðastliðinn þá gerði forseti tillögu að vísa málinu aftur til afgreiðslu skipulagsnefndar til að samþykkt samhljóða. Svanhild Ylva K.R. Leifsdóttir og Þorsteinn Ragnar Leifsson, þinglistir eigendur jarðarinnar Bakkakots í Skagafirði, óska eftir staðfestingu landamerkja og stofnunar landspildu úr landi sem heitir Bakkakot 1, samkvæmt meðfylgjandi undirritari merkjalýsingu sem hér í gögnunum, og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin landskipti. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það enginn sem kveður sér hljóðs sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá að liður númer 30 og það umsókn stofnun þjóðlendu í Silfrastaðaafrétti í Skagafirði. Og þessu vísað frá 72. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 30. apríl. Þá lá fyrir umsókn Regínu Sigurðardóttur fyrir hönd forsætisráðuneytisins dagsett 27. febrúar 2025 stofnun þjóðlendu Silfrastaðaafrétt í Skagafirði. Landsvæði það sem óskast stofnað þjóðlenda samkvæmt úrskurði óbyggðanefndar í máli nr. 2 frá 2009 dagsett 11. október 2011 og í máli 4 frá 2008 dagsett 19. júní 2009 og dómi Héraðsdóms Norðurlands vestra í máli nr. 24 frá 2010 dagsett 13. maí 2013. Land innan eftirfarandi marka, það að segja Silfrastaðaafrétt, er þjóðlenda. Nánari lýsing á svæðinu hér í fundargögnunum og ég gerir ráð fyrir að sveitarstjórnarfulltrúar hafi lesið hana og ætla því ekki að fara í nánari útlistun á landamerkjum þessara þjóðlendu. En afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja beðna stofnun þjóðlendu Silfrastaðaafrétt í Skagafirði. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún samþykkt samhljóða. Þá að liður númer 31. Það framkvæmdarleyfis umsókn vegna ljósvæðingar á Sauðárkróki og þessu vísað frá 72. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 30. apríl. En Grétar Ómarsson fyrir hönd Mílu e.h.f. sækir framkvæmdarleyfi vegna lagningu ljósleiðara á Sauðárkróki sumarið 2025. Áætlaður verktími í jarðvinnu 20-25 dagar og vonast til þess að framkvæmdir hefjist í lok maí og byrju júní. Míla mun ljúka ljósleiðaravæðingu á Sauðárkróki sumar. Þá eiga öll heimili sem samþykktu ljósleiðara framkvæmd að vera tengd og þetta 55 heimili sem bætast við í sumar og þar með Sauðárkrókur tengdur. Afgreiðsla skipulagsnefndar var skipulagsnefnd samþykki samhljóða leggja til sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdarleyfi. Orðið laust. Það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki samþykkt samhljóða. Þá liður númer 32 á dagskránni. Það Litlagröf umsókn framkvæmdarleyfi og þessu vísa frá 72. fundi skipulagsnefndar frá 30. apríl til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og þetta snýst framkvæmdarleyfi fyrir malanámur í landi Litlugrafar og skipulagsnefnd afgreiddi þetta með eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdarleyfi. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það enginn sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar samþykkt samhljóða. Þá liður 33. Það enni staðfesting á ytri merkjum jarðarinnar, landskipti og nafnabreyting. Þetta var til umfjöllunar hjá skipulagsnefnd á fundi nr. 72 sem að 30. apríl. En Hrefna Skjóldal Óttarsdóttir og Auður R. Þorgarnardóttir Skjóldal, þinglistir eigendur jarðarinnar Ennis, óska eftir staðfestingu og hnitsettum ytri merkjum jarðarinnar og heimild til að stofna 117,2 hektara spildu úr landi jarðarinnar sem NI2 samkvæmt merkjalýsingu sem dagsett 22.10.2024. Einnig þá óska þau eftir
breytingu á heiti á uppruna jörðinni N1 sem fái heitið N1 og haldi landnúmerinu 146518 sem sama landnúmer og hún hafði áður að landskiptaloknum. Skýringin á landheitunum vísa til fyrri heita jarðana en árið 1997 voru jarðirnar N1 og N2 sameinaðar í N með landnúmerið 146518 og skipulagsnefnd hún samþykkti samhljóða staðfestingu á hnitsettum ytri merkjum jarðarinnar og leggur til sveitarstjórn að samþykkja umbeðin landskipti og nafn fyrir útskipt land. Orðið laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls þessum samþykkir gefimerki. Samþykkt samhljóða. Þá er að liður nummer 34, það er borgarsíða 5, borgarsíða 7, borgarteigur 6 og þetta er beiðni skipti á lóðum. Kom líka frá skipulagsnefnd, fundi nummer 72 fyrir 30. apríl en Ágúst Andrisson fyrir hönd lóðar hafa, lóðarna borgarsíðu 5 og 7 óska eftir heimild til að hafa skipti á þessum lóðum. Þannig að Norðar fái borgarsíðu 5 og Skúli Bragason fái borgarsíðu 7. Afgreiðsla skipulagsnefndar eftirfarandi skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að leyfa umbeðin lóðar skipti. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem hversu hljóðsir sem samþykkir gefimerki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er á liði nummer 35, það er Birkimelur 25, vísa frá 72. fundi skipulagsnefndar. Hjalti Sigursson og Helga Sjöfn Pétursdóttir óska eftir öðrum fresti til að hefja framkvæmdir við Birkimel 25 í Varmahlíð. Þau reikna með að klára húsbygginguna ekki seinna í sumarið 2026. Skipulagsnefnd hún bókaði skipulagsnefnd samþykki samhljóða að framlengja frest til framkvæmdana til og með 31.10.2025 en leggur til við sveitarstjórn að gatnagerðargjöld verði innheimt samkvæmt gildandi samþykkt gatnagerðargjald, stofngjald fráveitu og byggingarleyfis og þjónustugjöld í sveitarfélaginu Skagafirði nr. 90. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskar til að taka til máls þeir sem samþykkir afgreiðslu og tillögu skipulagsnefndar samþykkt samhljóða. Þá er að liður nummer 36, það er Freyjugöta 25, 27 og 29 og þessu er vísa frá 72. fundi skipulagsnefndar. Málið það var áður á dagskrá 71. fundar skipulagsnefndar en þá var bókað að fyrir lagi umsagnarbeiðni byggingafulltrúa sem var dagsett 28. mars síðastliðin með vísan til 10. greina laga mannvirki númer 160 frá 2010 umsókn Bjarnar Reykjalings arkitekts og byggingatæknifræðings fyrir hönd Síls EHF leyfi til að byggja raðhús á lóðunum númer 25, 27 og 29 við Freyjugötu og Sauðárkróki. Það sem fyrirhugað framkvæmt fellur undir lög mannvirki númer 160 frá 2010 er hér með leitað umsagnar skipulagsfulltrúa dagsett vísan til 10. greina framangreindra laga. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að fela skipulagsfulltrúa og óska eftir frekar rökstuðningi. Rökstuðningunum kom barst nefndinni 28.4. og skipulagsnefnd afgreiddi það málum eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd fellst á rökstuðning umsækjenda þess efnis að svo óveruleg frávik er að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Skipulagsnefnd er heimilt að falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að breyting á deiliskipulagi eða leyfiskyld framkvæmd varði ekki hagsmunir annara en sveitarfélagsins og eða umsækjenda. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefa merki, hún er samþykkt samhljóða. Og þá er að liður nummer 37. Það er athafnasvæði Sauðárkrókur sem við köllum AT403 deiliskipulag og því er vísað frá 73. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 9. maí. Þar lá fyrir deiliskipulagstillaga af umræddu svæði og skipulagsnefnd afgreiddi málum eftirfarandi hætti. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn
að auglýsa deiliskipulagstillöguna fyrir Sauðárkrókur athafnasvæði AT 403 í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það engin sem óskast til að taka til máls. Þeir sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur rétt merki og hún samþykkt samhliða. Þá er liður nr. 38 á dagskráni sem Brúaland, Deildardal, umsóknum byggingareit og þessu er vísa frá 73. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 9. maí en Guðmundur Sverrisson fyrir hönd Makita EHF óskar eftir nýjum byggingareitum á Brúalandi í Deildardal. Það er reitur A, það er fyrirhugað að reisa ca. 40 fermetra gróðurhús og reitur B, fyrirhugað að reisa ca. 30 fermetra aðstöðuhús fyrir skógrækt. Með þessu fylgdu gögn sem sýndu staðsetningu reitana. Svo framvegis afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykja beðna byggingareiti. Orðið er laust þessa afgreiðslu skipulagsnefndar. Það er engin sem óskast til að taka til máls sem samþykkir afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 39 sem er liðurinn sem við tókum inn með afbrigðum hér í upphafi fundar og var vísað frá fundi byggðarráðs sem haldið var hér fyrir í dag. Þar var hérna til umfjöllunar sú hugmynd það voru lóðirnar sveitarstjórn, skipulagsnefnd Skagafjarðar samþykkti. Það lá fyrir fundinum að skipulagsnefnd Skagafjarðar myndi samþykkti samhljóða á 73. fundi nefndarinnar að leggja til sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillögu fyrir athafnasvæði AT 403 í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Og í þeirri tillögu gert ráð fyrir 6 lóðum við Borgarbraut, nánar tiltekið nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Afgreiðsla byggðarráðs þetta mál í dag var eftirfarandi. Byggðarráð samþykkir samhljóða að auglýsa lóðirnar lausar til umsóknar með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar á endanlegu deiliskipulagi svæðisins. Dregið verður umsóknum verði fleiri en einn umsækjandi lóð í samræmi við úthlutunarreglur sveitarfélagsins. Skipulagsfulltrúa er falið að auglýsa lóðirnar í samræmi við úthlutunarreglur sveitarfélagsins að fenginni staðfestingu sveitarstjórnar. Orðið er laust þessa afgreiðslu byggðarráðs í dag. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem eru samþykkir afgreiðslu byggðarráðs gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við að liði nr. 40 sem er ársreikningur Skagafjarðar vegna ársins 2024 og ég gef Inga Sigfússyni sveitarstjóra orðið. Já, forseti ágætis Sveinsson og menn. Greinargerð liggur fyrir undir málinu en í henni eru teknar saman frekari upplýsingar ársreikning ársins 2024 en að öðru leyti vísa til ágætra skýringa með ársreikningnum sjálfum og skýrslu endurskoðenda. Ársreikningurinn samanstendur á upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin, en í A-hluta eru aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, Tímatákn EHF, Flokka EHF og Eyvindarstaði Heiði EHF, auk hlutdeildarfélaga sem kom inn í reikningsskil sveitafélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð þess, þar að segja Norður á BS og Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra. Hafa ber í huga að í samanburðarmyndum og töflum að fyrir sameininguna 22 þá eru tölur frá sveitafélaginu Skagafirði en eftir 2022 gildaði fyrir Skagafjörð allan sameinað sveitafélag. Rekstrartekjur Skagafjarðar á árinu 2024 námu 9.493 milljónum króna af samstæðunni heild. Þar á voru rekstrartekjur A-hluta 8.077 milljónir. Rekstrargjöld samstæðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 8.130 milljónir og þar af hjá A-hluta 7.251 miljón. Rekstrar niðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er í ákvæðum 1364 milljónir.
Þar af ekstra niðurstaða A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði í ákvæðum 826 milljónir. Afskriftir eru samtals 350 milljónir króna og þar af 193 hjá A-hlutanum. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru á samstæðinni heild samtals 516 milljónir króna og þar af eru 418 milljónir króna fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrar niðurstaða á B-hluta árinu 2024 því ákvæðum 480 milljónir og rekstrar niðurstaða A-hluta í ákvæðum 215 milljónir. Það ágætt að hafa í huga að nokkuð verkefni að taka til sín talsverða fjármuni umfram það sem ætti að vera. Þannig má nefna málefni fatlaðs fólks sem sveitarfélögin tóku við þjónustu af frá ríkinu árið 2011. Ríki veitti þá ákveðna tekjustofna, auk þess sem framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga eru ætluð til að standa straum af rekstri þjónustunar. Raunstaðan svo að þetta hefur verið mjög fjarri lagi undanfarin árin sem þið þekkið. Á síðasta ári var sveitarfélagið Skagafjörður þannig að taka á sig 65 milljónir af rekstri kostnaði umfram tekjustofna á framlög sem hefur auðvitað áhrif á ársreikninginn. Í lok árs 2022 og aftur í lok árs 2023 áttu sér þó stað ákveðna tekjufærslu frá ríki til sveitarfélaga, þannig að staðan mun betri en ella hefði orðið. Og jafnframt hefur verið ritað undir samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga að ríki taki að sér framkvæmd og beri ábyrgð á fjármögnun sérhæfðrar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Samt sem áður þessi saga enn í gangi og það ekki enn búið að ljúka endanlegu samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga þennan mikilvæga málaflokk. Einnig má halda til haga að sveitarfélagi greiddi rétt 70 milljónir króna með rekstri dagdvalar fyrir aldraða árinu 2024 en er að ræða heilbrigðisþjónustu á fyrsta stigi sem ríkið á að bera ábyrgð á. Ef við lítum á efnahaginn þá voru eignir Skagafjarðar A og B hluta í árslok samtals 15.417 milljónir, þar af eignir A hluta 11.789 milljónir. Skuldir og skuldbyttingar voru í árslok 24 samtals 10.290 milljónir, þar af hjá A hluta 9.007 milljónir. Langtíma skuldir námu alls 6.418 milljónum hjá A og B hluta auk 604 milljóna króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam 5.127 milljónum króna hjá samstöðinni árslok og eigin fjárhlutfall komið í 33,3%. Af þessari tölu þá nam eigið fé A hluta 2.262 milljónum og eigin fjárhlutfalli þar komið í 23,6%. Lífeyrisskuldbindingar nema 986 milljónum króna í árslok og hækkuðu 160 milljónir á síðasta ári. Veltufé frá rekstri A og B hluta nam 1266 milljónum króna og þar af veltufé frá rekstri A hluta 753 milljónir. Handbært fé frá rekstri A og B hluta 1350 milljónir. Fjárfestingarhreyfingar námu á árinu 24 1139 milljónum króna og þar af fjárfestingar í varanlegum rekstra fjármunum 1268 milljónum. Afborganir og skuldbreytingar langtíma lána á árinu 2024 eru 664 milljónir króna. Handbært fénam 320 milljónir króna í árslok og tekin voru ný langtíma lán á fjárhæð 328 milljónir króna. Og það var mjög ánægilegt að við vorum víðsfjarri því að nýta allar lánsheimildir síðasta árs. Ef við förum í rekstratekjur og sé horft til samanburðar á milli ára á helstu stærðum lútað rekstri breytingin nokkur og þið sjáu þarna töflu í greinargerðinni en rekstratekjur hækka samtals 6,1% á milli ára hjá samstæðinni en gjöldin hækka á sama tíma 3,7%. Fjármagnsliðir lækka talsvert hlutfallslega og það þá í fyrsta sinn frá árinu 2017. Skýringin auðvitað lækkun verðbólgu og tilheyrandi stýrivaxtalækkanir Seðlabanka Íslands, auk þess sem að lántökur voru minni hjá sveitarfélaginu í fyrra heldur en árin þar á undan. Ef við horfum til rekstrar útgjalda þá vert að geta þess að laun og launatengdu kostnaður auðvitað langstærstu kostnaðarliðirnir. Hjá samstæðunni allri þá hljóðuðu þessi kostnaðarliðir upp á 5.339 milljónir króna sem nemur 56,2% af samanlögðum tekjum samstæðunar. Þetta aðeins hækkun á milli ára en þetta hlutfall hafði lækkað undanfarin 2 ár þar á undan og þetta semst svipað hlutfall og var árið 2020. Sambærilega tölu fyrir A-hluta á laun og launatengdu kostnaður var þar 4.951 miljón króna eða 61,4% af heildartekjum A-hluta. En þar var hlutfallið mjög sambærilegt og árið undan þegar það var 61,1%. Vert að skoða hvernig skatttekjum sveitarfélagsins ráðstafa til einstakra málaflokka í A-hluta en skatttekjur eiga eins og kunnugt að standa undir rekstri hans samkvæmt þeim almenna ramma sem sveitarfélögum sniðin lögum samkvæmt.
Og þið sjáu töflu í greinargerðinni sem sambærileg og töfla í skýringu 23 á blaðsíðu 27 í ársreikningi. Í töflunni sýndur samanburður 13 ára sem sagt frá 2012 til 2024. Kostnaður við útgjalda stærsta málaflokkin fræðslu og uppeldismál lækkar hlutfallslega með við árið 2023 eða 1,1% stig. Kostnaður við félagsþjónustu eykst hins vegar hlutfallslega nánast sömu tölu eða 1% stig. Þar sem fjárhagsleg umsvif í fræðslu og uppeldismálum mun meiri en í félagsþjónustunni hækkun í krónutölu þar 240 milljónir króna en 212 milljónir króna á milli ári félagsþjónustu, þrátt fyrir ólíka hlutfallslega þróun. Hlutfallsleg breyting í öðrum málaflokkum ekki íkjamikil á milli ára, alls staðar eða undir 0,4% stigum ef frá eru talin umferðar- og samgöngumál, en þar var breytingin 0,7% stig. Og svo mesta hlutfallslega lækkunin á milli ára lífeyrisskuldbindingar sem lækkuðu 2,9% stig á milli ára en svo því muni þá fenguðu talsvert högg þar á árinu 2023. Það afar ánægilegt að sjá góða rekstrar niðurstöðu A-hluta sveitasjóðs á síðasta ári en það að ræða bestu útkomu þar í sögu sameina sveitafélags í Skagafirði. Á síðustu árum þá hefur reynt að geta aðhaldssemi í rekstri sveitafélagsins og við höfum stigið ýmis skref þar. Og það hefur verið dregið úr ýmsum rekstrarþáttum samhliða því sem að lögð hefur áherslu á að standa vörð lögbundna þjónustu sveitafélagsins. Sveitafélögum landsins var tímabundi veitt heimild til að víkja frá skulda- og jafnvægisreglu sveitastjórnarlaga út árið 2025 vegna koronaveirufaralds, árið í árið því síðasta ár undanþágunar og það því sem aldrei fyrir nauðsynlegt að geta skynsamlegs aðhalds í sjálfum rekstri sveitafélagsins og ná ekki bara góðri rekstrarniðurstöðu samstæðunni heldur líka í A-hlutanum. Með því unnt að skapa áfram tækifæri til nauðsynlegra fjárfestinga í innviðum og viðhaldi án þess að skuldsetning sé aukin. Sem sjá má Skagafjörður á mjög góðri leið í þessum efnum en það má hvergi slaka á og setning fjárhagslegra mælikvarða sem við fórum í á síðasta ári mjög mikilvægt stjórntæki fyrir kjörna fulltrúa hvað það varðar. Þegar við skoðum samanburð áætlunar og rauntalna í rekstri þá sést glögglega að flestir málaflokkar hafa staðist fjárhagsáætlun býsna vel. Hjá aðalsjóði má sjá stærstu frávikin í fræðslu og uppeldismálum og félagsþjónustu en þar eru fremur lítil frávik bæði hvað fjárhæðir og hlutföll varðar en þessi málaflokkar fara samt lítilega fram úr áætlun. Í sama gildir þriðastærsta málaflokkin æskulýðs- og íþróttamál. Stærstu liðir sem fara fram úr áætlun eru lífeyrisskuldbindingar og umferðar- og öryggismál. Skatttekjur aðalsjóðs voru nokkuð umfram áætlun með viðaukum eða sem nemur 111 milljónum króna. Aðrir málaflokkar aðalsjóðs eru mjög nærri áætlun og nokkuð undir henni og þar má nefna sameiginlegan kostnað, menningamál og brunamál og almannavarnir. Það halli á eignasjóði en hann var undir áætlun og hallin lækka verulega á milli ára og það stærsti hluti skýringar lækkun á fjármagnskostnaði á milli ára. B-hlutastofnanir voru flestar reknar með jákvæðum afgangi og heildarafkoman jákvæð þar 265 milljónir. Þar munar mestu hafnasjóð, vatnsveitu, hitaveitu, fráveitu og samstarfsverkefni B-hluta og það mjög ánægilegt að viðsnúningur hefur orðið á rekstri hitaveitunar. Eingöngu af þessum B-hluta einingum halli á rekstri sjóveitu. Mestu frávikin frá áætlun í rekstri hitaveitu, hafnasjóðs og í samstarfsverkefnum, allt til betri vegar heldur en áætlun sagði til Í sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi í upphafi árs 2012 segir í 64. grein að samanlögð heildarútgjöld rekstrar vegna A- og B-hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Einnig segir í þessari grein að heildarskuldir og skuldbindingar A- og B-hluta í reikningsskilum megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum heimilt að draga frá hlutalífeyrisskuldbindinga samkvæmt reglugerð 502/2012 fjárhagsviðmið sveitafélaga, skuldauppgjör við brúlífeyrissjóð auk veltufjármuna sem ákvæði sem tók gildi á árinu 2018 með reglugerð 458. Hjá Skagafirði skuldaviðmið 86% á árinu 2024 hjá samstæðunni þegar búið að draga frá hlutalífeyrisskuldbindinga þá skuldaviðmið 86% þegar búið að draga þessa þætti frá. Séu þeir ekki dregnir frá skuldahlutfalli 108% hjá samstæðinni og þar eru nokkra lækkun að ræða á milli ára og raunar í báðum tilfellum. Og þið sjáu þróunina ágætlega undanferðin ár í mynd á blaðsíðu 7.
Nú, ársynningur ársins 2024 fyrir Skagafjörð gefur glögga mynd af afkomu sveitafélagsins á árinu. Heilt yfir rekstur sveitafélagsins í ágætu jafnvægi og mun betri heldur en hefur iðulega verið. En það eru 3 þættir sem hafa mikið endanlega afkomu að segja og þar ég að nefna þættir sem er kannski erfitt fyrir kjörnafulltrúa eða starfsmenn að eiga við. Að minnsta kosti hvað varðar þessa fyrstu 2 sem er hækkun á lífeyrisskuldbindingum og hins vegar hvað varðar rekstur málaflokks fatlaðs fólks. Og 3. þátturinn er hækkun á fjármagnskostnaði vegna verðbólgu en þar hafa menn kannski tök á að grípa betur inn í. Að lokum þá vil ég þakka ykkur sveitarstjórnarmönnum og starfsfólki Skagafjarðar fyrir þennan góða árangur sem hefur nást í almennu rekstri sveitafélagsins og veitingu þjónustu og síðast en ekki síst öllum þessi lögð á sig mikla og ómælda vinnu við gerð þessa ársynings. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigfús. Orðið er laust ársreikning sveitafélagsins fyrir árið 2024 seinni umræða. Er enginn sem ætlar að taka til máls? Fyrirgefðu, gerðu svo vel Álfhildur, gerðu svo vel. Ég sá því ekki. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og sveitarstjóri. Nú ætlum ég að draga rosa djúpt andan og lesta mjög hratt. Því við erum með hérna bókun. Byrja á að segja samt, sveitarstjóri, ég býð enn spennt eftir skemmtilegri greinum lífeyrissjóðsskuldbindingar. Við ræddum þetta. En hér kemur bókun frá okkur. VG óháð samþykkir ársreikning Skagafjarðar fyrir árið 2024 vilja koma eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri. Við fögnum því að rekstrarniðurstaða á B-hlutar jákvæð 480 milljónir króna og eigi fyrir sveitafélagsins heldur áfram að styrkjast. Einnig teljum við það til bóta að rekstur hafi meginatriðum farið fram í samræmi fjárhagsáætlun og háður endurskoðandi hafi gefið fyrirvaralausa áritun. En teljum þó nauðsynlegt að vekja athygli á nokkrum þáttum sem betur mega fara. Í endurskoðunarskýrslu KPMG kemur fram að verulegir veikleikar séu til staðar í innra eftirliti sveitafélagsins hvað varðar bókunaraðgangi, fjárhaldsbókhaldi og aðgangi að bankareikningi og sveitafélagsins. Það er talið auka hættu á villum og misferlum og veldur aukinni vinnu við afstemningar og utanumhald bankareikninga. Slíkt dregur úr rekstraröryggi og getur haft áhrif á traust íbúa á fjármálastjórninni. Og þessa veikleika höfum við VG óháð orðið vör við þar sem það er rúmt ár liðið frá fyrirspurn okkar hvaða verktakar hafa fengið verk frá sveitafélaginu án útboðs en engin svör höfum við fengið núna ári síðar. Strandi það á bókunum í kerfinu er greinlegt að það þarfnast úrbóta svo úrvinnsla upplýsinga og gegnsæi sé ásættanlegt. Við teljum því eins og KPMG segir að nauðsynlegt sé að gripið verið tafarlausti úrbóta og farið markvissa greiningu og verkferlum ábyrgð og gæða kerfum. Heildarfjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu rúmlega 1,2 milljörðum króna sem er umtalsverð fjárhæð og það er mikilvægt að fjárfestingar séu byggðar á raunverulegum samfélagslegum þörfum og framtíðarsýn. Má þar nefna að klára áskóla eins og lengi hefur staðið til og reisa íþróttahús og Hofsósis og eitthvað gamalt en þarft sé nefnt. Og skuldir og skuldbindingar sveitafélagsins nema samtals 10 milljörðum króna þar af langtíma skuldir 6,4 milljarðar og þó að staðan sé stöðug sem er fagnaðarefni eins og þá þarf að gæta varúðar í framtíðar ákvörðunum og sérstaklega með mögulegum vaxtahækkunum og ytri efnahagsáföllum. Við teljum alltaf að það þurfa að forgangsraða innan rekstrar með tilliti til velferðar barna, aldraðra og tekjulágra og það er mikilvægt að byggja félagslega innviði með markvissum hætti og tryggja að lögbundin þjónusta sé uppfyllt og má það nefna matþjónustu eldri borgara sem er fagnaðarefni að sé farið að stað en betur má ef duga skal. Í lögum félagsþjónustu 40. grein kemur skýrt fram að sveitarstjórn eigi að sjá að félagsþjónusta aldraða sé fyrir hendi í sveitarfélaginu eftir þörfum, til dæmis heimsending matar. Sem og er nauðsynlegt að halda áfram að rækja réttlæti í kostnaði sem ætti ekki að tilheyra sveitarfélaginu heldur ríkinu eins og sveitarstjóri fór hér yfir áðan. En það höfum við sveitarstjórnarfulltrúar verið saminuð að gera hingað til og erum það örugglega áfram. Við þökkum fulltrúum sveitarstjóra og starfsfólki fyrir góða vinnu og undir þetta rita Álfhildur Leifsdóttir, Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust. Sveinn gerðu svo vel. Forseti,
sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn. Ég ætla nú bara að byrja á að þakka honum Sigfúsi fyrir allan þennan lestur á þann. Þetta var mikill lesning, þannig að ég ætla nú bara að þakka fyrir það. Þannig að ég ætla nú ekki að fara að þylja allt þetta upp sem hann er búin að þylja. Hann er búin að þylja mjög mikið upp úr þessu. Og mér langar nú bara að segja að svona til að byrja með að núna er jákvæð niðurstaða á A-hluta sem mér finnst náttúrulega bara mjög gott að það sé. En eins og Sigfús kannski kom inn á að þá þarf náttúrulega að halda rosalega vel á spöðunum bara til að þetta haldi svona áfram og ég get alveg verið sammálunum með það að þetta er svona besti rekstrar niðurstaða sem hefur verið sem bara mjög mikið fagnaðar efni. En það má náttúrulega alltaf gera betur, það vitum við náttúrulega, það er alltaf hægt og það er náttúrulega bæði hvað við eyðum í og hvað við getum svo tekið og alltaf hægt að spara eitthvað og þannig að það þarf bara alltaf að vera á tannum í þessu. En mér langar að lesa hérna bókun hjá okkur. Ársreikningur fyrir árið 2024 skilar A-hluta í 215 milljónum króna hagnaði. Því ber að fagna og er það mikill viðsnúningur milli ára. Það kemur skýrt fram í ársreikningnum að verðbólga er á niðurleið, verðbætur vegna lána við lánastofnun fóru úr 492 milljónir króna í 302 milljónir króna. Eins fóru fjármagnsgjöld úr 669 milljónum í 516 milljónir í A- og B-hluta. Teljum við því nauðsynlegt að missa ekki sjónar af uppbyggingu og viðhaldi grunnstoða samfélagsins og býða með aðrar fjárfestingar. Enn og aftur sést það skýrt að það borgar sig að halda skuldum eins lágum og hægt er. Mikilvægt er að passa að fjárfestingar fari ekki fram úr hófi, forgangsröðun fjárfestinga sé skynnsum og snúist uppbyggingu grunnstoða samfélagsins og þar að leiðandi ýti undir fjölgun íbúa sveitarfélagsins. Það sem útsvar sveitarfélagsins er 42% tekjum A-hlutans og skiptir þá hver einstaklingur sem hér býr máli. Það er mikilvægt að grunnstoðir samfélagsins, leikskólar, grunnskólar og íþróttaaðstæður sé til staðar og geti tekið á móti þeim sem vilja setjast hér að og sinnt vinnu í öflugu atvinnulífi sem í Skagafjörður hefur upp á að bjóða. Að lokum viljum við þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir sitt framlag við gerð ársreikningin. Undir þetta rita Jóhanney Harðardóttir og Sveinn Vinsteinn Úlfarsson. Takk. Þeir sem ég leyfi varafólsta komið að segja örf og orð. Ég alltaf heldur ekki að þylja upp allar tölurnar úr ársreikningnum en ég fagna náttúrulega mjög þessari niðurstöðu ársreikning rekstrarársins 2024 og þetta er besta niðurstaða á sveitarfélaginu heild og A-hlutanum frá árinu 2012 ef ég kann þetta rétt. Og það er afar ánægjulegt. Og það er líka ánægjulegt að við erum að borga niður skuldir það bil 330 milljónir umfram nýja lántökur og skuldahlutfalli lækkar, skuldaviðmiðin lækka og vissulega falla ákveðnir hlutir líka með okkur til góðs eins og að verðbólgan í landinu hefur verið að lækka og eins voru uppreiknaðar lífeyrisskuldbindingar. Það kom ekkit óvænt í bakið á okkur þar og það er svo sem jákvætt en vissulega er það eins og sveitarstjóri kom inn á áðan ekki liður sem við ráðum neitt við. Það sem er kannski líka minnst rosa jákvætt við þennan ársreikning er að niðurstaða málaflokkana er bara í megin dráttum algjörlega samkvæmt því sem að áætla var, samkvæmt fjárhagsáætlunin sem við lögðum upp með. Og vissulega voru gerðið viðaukar á tímabilinu og allt það en það er eðlilegt en það að við fáum svo niðurstöðu í lokin sem er í samræmi við það fjárhagsáætlun sem við leggjum upp með og þá viðaukar sem við höfum gert það segir okkur líka að við höfum stjórn á fjármálunum og erum þá starfsmenn sveitarfélagsins það er náttúrulega númer 1 og 2 með puttan á púlsinum það hvað er í gangi og hvernig staðan raunverulega er. Þannig að það er afar jákvætt að ársreikningur 24 skuli staðfesta bara góðan rekstur málaflokkana
þess að ég ætla að fara onni í þá hvern og einn hér. Það er líka svolítið gaman finnst mér þegar við hugsaum þennan ársreikning að vinna við fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 var unnin með allt öðrum hætti heldur við höfum gert áður. Við byrjuðum vinnuna í júní í nefndunum á síðast ári og við vorum öll í lok ársins 2024 sammála að þetta breytta vinnulag við gerð fjárhagsáætlunar væri til góða og við erum núna að leggja upp í sömu vegferð fyrir fjárhagsáætlun ársins 2026 og byrja vinnuna svona snemma og ég held að það sé engin spurning það að þetta skref sem við tókum í þessu var til góða. Fjárhagsáætlunin og réttar sagt fjárfestingaáætlunin, hún er alltaf erfið og sérstaklega þegar við höfum haft það að markmiði að fjárfesta bara fyrir veltufé frá rekstri. Það er að segja að taka ekki ný lán fyrir þeim framkvæmdum sem við erum í og til þess að geta bæði framkvæmd og náða árangri að þá þurfum við að hafa reksturinn góðan. Þannig að þetta er að falla flott í hag og við erum núna með fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum á árinu 2024. Það eru tæplega 1300 milljónir og það er ekki smá upphæð. En við vitum líka frá fjárhagsáætlunargerðinni bara í lok síðasta árs fyrir árið 2025 að það eru alveg listar af verkefnum sem okkur öllum langar að fara í. Og það hefur verið rætt eitt þeirra bara hér fyrir á fundinum í dag eins og tónlistarskóla við áskóla. En þetta snýst alltaf forgangsröðun og það er bara verkefni áfram og það verður sami listi sem við stöndum frammi fyrir í haust í fjárfestingaáætluninni. Hvað af þessum verkefnum sem að bíða og við vitum og okkur langar til að vera í gerð, hvað af þeim öllum við að reyna að taka inn og klára. En ég bara vil ítreka að ég fagna virkilega niðurstöðu ársreiknings 2024 og er bara ánægður, virkilega ánægður fyrir hönd bara sveitarstjórnar og sveitarfélagsins alls hvað niðurstaðan er flott. Takk. Orðið er laust. Gísli Gerðsveit. Sveitarstjóri fullur og sveitarstjóri. Það er alveg hægt að mæra hennar reikning áfram sko. Og sem bara gott mál að því að þetta er okkar niðurstaða eftir okkar vinnu fyrir okkar samfélag og það er aðeins að hugsa með náðana þegar Sigfús fór að tala þegar ríkisstjórnin klippti út 150% viðmiðið í COVID og þetta er að vera klárt fyrir 2025 að við værum búin að ná vopnum okkar aftur og þá voru svona utanakomandi áhrif sem voru rosalega erfið og við vissum ekkert í hvað stendi og þetta er niðurstaðan þeirra vinnu, hvað við tókum því alvarlega að við yrðum að taka á hlutunum og reyna að gera það vel og ég sé bara takk fyrir það og þetta getum við með því að vera samstillt og áræðin í því sem gerum en alla lykiltölur í góðum málum og utanakomin áhrifin klárlega eru líka jákvæð núna og hversu lengi þau verða, maður svo sem veit ekki hvað getur brostið á en klárlega þá er utanakomandi áhrif jákvæð og við höfum notað tíman í að halda áfram að byggja upp það sem við erum að byggja upp til þess að gera þetta samfélag eftir sóknarverk fyrir okkur og aðra sem vilja búa og þess að segja bara, ég held að við getum bara verið mjög stolt á okkar vinna þess að ég fór að hugsa þetta á hvernig við vorum í COVID ástandinu og öllu því sem kom síðan þar og eftir, það var meira en það sem gerðist. En þetta er niðurstaðan og við getum gert betur, alveg klárlega eins og kom líka fram í máli sveitarstjóra að til dæmis gagnvart ríkinu það sem við erum að greiða eiginlega allt og háar upphæðir með því sem við eigum ekki að vera að greiða og ef við hefðum það nú inni þá gætu við byggt tónlistarskóla eða íþróttahús í Hofsósi eða hvað sem eða hjálpað
íbúðum þessar samfélags í lækkun álaga og fleira. Þessar peninga getum við alveg klárlega að nota og þetta er bara áframhaldið verkefni í þeim verkefni sem við höfum fengið upp í hendunar. Þannig að ég segi bara, ég held að við getum öll við stolt af þessu eins og heyrist og að við séum og bara sáttu við það, alltaf má gera betur, við vitum það í hinum þessum málum og ein svona tala sem er nú ekki komið fram sko er að ef við framkvæmum ekki neitt og reksturinn væri svo næstu 5 árin þá eru sveitarfélagið skuldlaust. Ég myndi telja það væri nú bara nokkuð vel af sér vikið. En ég er með bókun fyrir hönd meirihlutans. Ársreikningur skafherra fyrir árið 2024 hefur kynntur og liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Afar ánægilegt er að leggja fram ársreikning sem sýnir jákvæð rekstrar niðurstöðu A og B hluta sveitarsjóðs upp á 480 milljónir og rekstrar niðurstöðu A hluta sveitarsjóðs er sömuleiðis jákvæð fyrir 215 milljónir króna. Rekstrarafgangur fyrir A og B hluta sveitarfélagsins fyrir afskriftir og fjármagnsliði er 1.364 milljónir króna. Handbært fé A og B hluta fyrir árslok var í árslok 320 milljónir króna, veltu fyrir frá rekstri A og B hluta nam 1.266 milljónir króna en nam 1.226 milljónir króna árið 2023. Þar af veltu fyrir frá rekstri A hluta 753 milljónir en nam 948 milljónir króna árið 2023. Veltu fyrir fé frá rekstri samstæðunar er nú 13,3% í hlutfalli rekstrartekjur hefur ósjaldan verið betra. Skuldahlutfall A og B hluta er 108% en var árið 2003 114% án þess að dregið séu frá hluti af lífeyrissjóðs skuldbindingum sem og tekjum og skuldum veitna líkt og er heimilt í 64. grein sveitarstjórnarlaganna er kveðið á að skuldahlutfall megi ekki fara yfir 150% af reglum tekjum en ef dregið er það frá sem heimilt er samkvæmt reglugerðum eru skuldaviðmið samstæðuna nú 86% sem er langt undir þeim mörkum sem lög setja sveitarfélögum og fer ört lækkandi. Skuldaviðmið sveitarfélagsins árið 2022 var 91% og 2023 93%. Miðað hefur verið við í fjárhagsáætlunni síðust ára að ný lántaka sé ekki umfram það sem er greitt inn yfir lánum. Ný lántaka árið 2024 var 328 milljónir en afborgin langtíma lána voru 664 milljónir króna. Fjárfestingar voru miklar hjá sveitarfélaginu á síðasta ári og námu fjárfestingar hreyfinga samstæðurana 1139 milljónir króna nettó og fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 1268 milljónir. Til að setja skuldastöðu sveitarfélagsins í betra ljós og samhengi má benda á það tæki sveitarfélagið 5 ár að greiða niður alla skuldir sveitarfélagsins ef ekki er framkvæmt á sama tíma. Á árunum eftir hrun hefur það tekið 30 ár að gera skuldafélagið skuldlaust. Ljóst er að mikil árangur hefur náðst. Eignir samstæðu sveitarfélagið skafherra námu síðustliðin áramót tæpa 15,5 milljarða en í árslok 2023 þá voru það rúma 14,5 milljarðar. Mikilvægt er halda áfram uppbyggingu innviða í samfélaginu í þeirri vegferð að gera samfélag okkar Skagafirði enn sterkara sem og að auka samkeppnishæfni þess. Rekstur sveitarfélags er í góðu jafnvægi og batnar frá síðast ári sem er jákvætt og má segja einstaka málaflokka hjá sveitarfélaginu en rekstur þeirra var heilt yfir áætlun sem er gleðilegt og ber vott ábyrga fjármálastjórn og stöðuleiki í rekstri. Fyrir það ber þakka þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem þar lögðu hönd og plóg til þess að mætti verða. Útkoma ársins er ánægjuleg og henni ber að fagna og er eins og besta sem hefur verið frá stofnun sveitarfélagsins. Sveitarstjórar og fjármálastjórar þökkum við sérstaklega þeirra vinnu og fulltrúum minnihlutans. Samstarfið hefur gott, öllur verið róið sömu átt til að gera Skagafjörð að enn betra samfélagi.
Mikill árangur hefur nást á undanförnum árum í rekstri sveitafélagsins sem og stöðuleiki í rekstri. Þó er öllum ljóst að rekstur 2025 verður krefjandi og verkefni fyrir kjörna fulltrúa sem og starfsmenn sveitafélagsins. Stöðuleiki í rekstri er undirstaða fyrir áframhaldi uppbyggingu samfélagsins. Það er verkefni okkar kjörna fulltrúa og starfsmanna sveitafélagsins að viðhalda þeim stöðuleika og sækja fram fyrir Skagafjörð og undir þetta ritum við fulltrúa meiri hlutan sem hér sitjum og bara að lokum áfram Tindastóll. Takk fyrir það, Gísli. Orðið er laust ársreikning sveitafélagsins fyrir árið 2024. Það er ekki fleiri sem óska eftir því að taka til máls og ég ber þá ársreikning sveitafélagsins, ársreikning Skagafjarðar upp til atkvæða. Þeir sem að samþykkja hann eins og hann er fyrir lagður gefið merki og hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Hann er samþykktur öllum greiddum atkvæðum. Þá eru kunni lið 41 og það eru fundargerðir Samband íslenskra sveitafélaga sem eru lagðar fram til kynningar. Þetta er frá fundum 974, 975, 976, 973, 977 og 978. Orðið er laust þessar fundargerðir. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Getur við lesið þessu upp úr Nei, einhver sérstök eða? Það er hlaupin gals í sveitastjórnarfulltrúa. Það er liður númer 42 á dagskránni, það er fundargerð Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra og það er fundargerð frá 1. apríl 2025. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Og þá er það að lokum, það er fundargerð frá Sambandi sveitafélaga norður til vestra og þessi fundargerð er frá stjórnarfundi sem haldið var 7. maí. Orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þannig að dagskrán er tæmd og ég segi fundi slitið.